ætlum hérna aðeins að tala kappræður sem fóru fram í Tjarnarbíó í gær á vegum heimildarinnar. Sem sagt þar komu oddvitar allra 11 framboða í Reykjavík og ræddu málefnin. En ég hérna með 2 gesti sem voru viðstaddir þennan viðburð í Tjarnarbíói. Það Sara Stef Hildar, komdu sæl. Sæl. Og Björn Þorláks. Heil og sæl, Laufey. Blessaður. Hvað segið þið? Hvað fannst ykkur þetta? Já, þetta náttúrulega fyrsta svona oddvita pallborði núna á þessum loka spretti fyrir kosningarnar. Sem við frekar stuttur að við missum þetta einn dag úr. Við missum einn dag úr, sko. Já, þannig að heimildin ríður á vaðið og það var einmitt ég skemmti mig konunglega í gær, en svo náttúrulega sko Sýn Stöð 2 í kvöld og svo RÚV og Morgunblaðið á föstudaginn. Þannig að það ekki mikið á oddvitana lagt, myndi ég segja. Þetta ekkert grín. Við vorum í 2 tíma í gær. Já, einmitt. Já, það var 1,5 tími. Já. 1,5 tími og það voru 3 spurningar sem komust í gegn, ef ég man rétt. Já, það voru svona 4,5 kannski. Þegar allt talið. Já. Og Akkurat, hann misti svolítið stjórn á. Já, hann stóð sér samt vel. Hann stóð sér mjög vel. Mér fannst Aðalsteinn gera þetta mjög vel. Hann gerði þetta mjög vel, ég sammála. Aðalsteinn Kjartansson, já. Sem vinnur á heimildinni. Já, akkurat. Og en þetta náttúrulega áskorun. Ég meina, þetta eru 11 framboð. Já, og það var alltaf rosalega mikið svona endurtekningar í raun, sko. Endurtekið efni. Já, ég meina stutt svör og 3 setningar leikskólamál voru svona gott dæmi eitthvað sem bara ómögulegt. Já, hann var samt ekkit alltof harður á hann einmitt sagði reglulega að hann væri búinn að missa alla stjórn. Já, ég meina hann hélt góðri stjórn á sko samkomunni sem slíkri líka, sko, fannst mér. Já, akkurat. Hvað segir þú, Björn? Mér fannst þetta mjög forvitnilegt fyrir margra hluta sakir. Sko, ég hef alltaf annarkvort sjálfur verið að stjórna eða bara verið heima að horfa á sjónvarpið. Ég hef aldrei verið í sal bara sem áhorfandi og fylgst með sem sagt kappræðum eins og þessum. Eiginlega stóra furðan að þegar ég segi kappræður, þá voru þetta enga kappræður. Það var eiginlega enginn sem hjólaði í nokkurn mann. Það var mjög lítið en þetta var mjög kósí og það var mikill friður sem eiginlega allir kusu að hafa alltaf. Ef það var skot þá var það svona smá skens frekar en að væri einhver rætni. Mér finnst líka áhugavert að Aðalsteinn bannaði okkur áhorfendum að baula ef við heyrðum eitthvað sem okkur líkaði ekki og þótt ég sé mjög hrifinn af Aðalsteinn og þeim á heimildinni og þessu framtækið þeirra, þá held ég að þar sé kannski gengið aðeins svo langt. Ég held að sé allt í lagi að ef einhver segir eitthvað hneykslanlegt að áhorfandi í sal megi baula. Það er mín persónulega skoðun. Svo fannst mér það sem gerðist áður en útsendingin hófst. Mér fannst það áhugavert. Þá sér maður sko hverjir eru að mingla við hverja. Hvaða fulltrúar eru fulltrúar alþýðunnar? Hverjir geta setið með öllum? En hverjir eru fulltrúar fína fólksins? Þarna sá ég mjög skarpa aðgreiningu. Það eru sumir fulltrúar þarna, ég ætla ekki að segja hverjir, ég nenni því ekki. Ég ætla að spyrja þig hvort þú vildi bæða. Nei, en það við erum mjög spenntar. En sko, þetta er nefnilega, þessir 11 í gærkvöld, þetta er tvískiptur hópur. Þetta er annars vegar elíta. Þetta er fólk sem hefur nánast fæðst með silfurskeið í munni og er glæsilegt á velli í alveg rándýrum fötum og það ætla sér sennilega í borgarstjórn vegna þess að það er mjög vel borgað og það er mjög skemmtilegt að stjórna heilli Reykjavík og öllu því og vinir þeirra eru mjög frægir og þekktir og þetta er alveg geggjað. En svo er það líka bara fólk sem er þarna í pólitík á raunverulegri hugsjón. Það vill bæta hag bástadra og kannski fæddist með ekkert rosalega góð spil. Veit hvað það er að vera fátækt og svo framvegis. Og mér sýndist vera svolítið svona aðgreining á milli þessara tveggja hópa en þó var það einn sem að ég sá að blandaðist öllu og ég ætla bara að segja hver það var. Það er Pétur Martinsson. Hann skoraði stig hjá mér í gærkvöld vegna þess að ég sé að hann er vinur allra. Hann fer ekki manngreinarálit með það við hvernig hann er að spjalla og svona. Þannig að, og þetta gerðist allt sjáði áður en upptakan hefst. Kannski pínu skrítið samt Björn að vera að taka bara, þú veist, við vorum inn í sal í stuttastund áður en að samkoma eða áður en að fundurinn hófst
og þegar að vera að raða fólkinu upp í þessi oddvita statíf sko, að þá finnst mér svolítið skrítið að taka sko Pétur Martins út úr þessari jöfnu sem einhvern vin alþýðunar bara akkurát á þessari samkomu sko. Vegna þess að hann stendur náttúrulega fyrir miklu stærra batteri sem Samfylkingin. Ég kom hann að 10 mínútur yfir 7. Já. Upptakan hófst svona 5 mínútur yfir 8. Já. Ég blaðamaður. Ég fylgist með umhverju mínu, ég þjálfaður í því að reyna að koma á litlu hlutina. Já, ég menn það má vel vera að þú hafi séð þetta svona. Mér fannst mikill munur á því hvernig hann var augljóslega, gat unnið með öllum, sat hjá öllum, tjattaði við alla og meðan það var svona aðgreining hjá fólki sem kemur svona svolítið úr hans átt, sem hefur verið talað að sé svona önnur átt. Já. Þannig að mér finnst bara hvað sem þér finnst, þá fannst mér þetta bara mjög áhugavert. Það enga líkur að ég kjósi Samfylkinguna, bara svo að segja þér það, þannig að ég ekkert að búa til. En maður sá það líka svolítið bara í lokin, hvernig fólk sópaðist að, bæði náttúrulega var ábyrrandi í salnum, eðlilega, að það var mest fólk tengt frambúðunum sem að annars vegar fékk einhverja frímiða og keypti sig inn á þessa samkomu og bara allt gott það að segja og bara skapaðist góð stemning sko. Mér fannst þetta skemmtileg kvöldstund. Þú varst ekki hissaði hvað allir voru svona mjúkir og enginn tók neitt slag. Já, þetta var náttúrulega setupið var þannig með 1,5 tíma, 11 og 8, ég meina þetta í raun ekki kannski þú getur í raun ekki mikið kannski gert kappræður úr þessu með þennan fjölda fólks og svona lítinn tíma, þannig í rauninni var þetta eins og kannski spurningakeppni. Það er kannski fjöldin, og í raun fóru sko, fannst mér oddvitarnir bara svona með endurtekið efni. Mér fannst ein alveg sko, frábær sena var þegar það var spurt út í umhverfisvernd og hvort að flokkurinn væri fylgjandi umhverfisvernd, var það ekki? Ég man ekki alveg hvernig hann rétti spurninguna fram. En já. Allir rétt upp hönd fyrir já. En það var einn heiðalögum maður í line-upinu sem var Ari Edvald sem rétti ekki upp hönd fyrir miðflokkin. Hann rökstuði þetta síðar en fór síðan að afsaka. Nei, hann útskýrði að hann hefði ekki rétt upp hönd vegna þess að hann vildi fá orðið. En það var hann svo fyrsti sem var spurður en það svo eini sem ekki. Já, það var samt svolítið skemmtileg. Já, var eitthvað, spurningin var eitthvað þá leið hvort að umhverfisvernd var í mikilvæg. Fyrir þeirra stefnumálum. Já, akkurat. Þannig svona spurningar sem kannski bara virka ekki einmitt, að þetta var svona kurteis samkoma líka, þú veist, yfirbræði var þannig að búið að gefa þarna fyrirmæli að klappa og má ekki baula, en hins vegar var það líka þannig að fólk tók vel undir og gagnrýndi ýmislegt, eins og þegar Einar Þorsteinsson hann svo vel giftur, ég hafði fylgst með honum á samfélagsmiðlum, konan hans Milla hún alveg lyftir honum upp sko. En þegar hann svona einn og óstuddur eins og þarna á sviðinu þá bara ítrekka lendir hann í einhverjum torfærum og hann fekk að finna fyrir því oftar en einu sinni vegna þess að hann fór bara með einhverja dellu og var að gagnrýna bæði fyrir kollega sína í borgarstjórn og hans eigin verk sem borgarstjóra þú veist að hann tala til fólk eins og þau veit ekki hvað þau séu að gera þau hafi ekki skilning og hann fær svona ergelsisvelunin alltaf í mínum huga, þegar ég sé til hans svona. Ég veist hann alveg bara týndur. Já, einmitt. Það svo bara örvæntingin orðin svo mikið, þetta er margt mjög áhugavert við þessar kosningar, sko. Maður heyrir í annan fótinn til þess að sveitafélög, Samband íslenskra sveitafélaga sé farið að auglýsa, fólk hefur séð þarna auglýsingar með Boga Ágústssyni sem að hvetja fólk til að nýta kosningaréttin og svo hefur Þjóðskrá og Ísland.is verið mjög duglegt við að senda út á til kjósenda sem að eru kjörgengt fólk að þeim eigi kjósa og reyna að hvetja fólk þannig til þess að taka þátt í að hafa eitthvað borgina að segja og sveitafélögin sín sem að þetta verið ekki sést áður, þetta er bara mjög jákvætt að því að frambúðin sjálf hafa verið töluverðir vinnu við að reyna að kynna þetta fyrir bæði félögum og kjósendum og þannig að ég er búin að týna þræðinum. Sko ég held að vandinn sé sá að það voru liðnar 33 mínútur þegar Silja sagði fyrsta orðið sitt það var klúðislegt og það eru svo sko þetta er eiginlega bara handónýtt að vera með svona marga fulltrúa 11 fulltrúa, svona skamman tíma þegar það segja að það útskýri af hverju allir voru svona mikli vinir og hverju voru svona lítið skot, það er sennilega nokkur liti rétt en hvað finnst ykkur þá hugmynd að sko þeir voru með af 1,5% þess að öll frambóð sem að væri með 1,5% eða meira þau komast að hjá okkur hvað finnst ykkur að
vera með kannski, við náttúrulega erum alltaf að tala um þetta sko, í öllum kosningum, líka hjá RÚV, að það eru svo rosalega margir í sjónvarssal að okkur finnst við einhvern veginn ekki ná nokkuð sem utan kjarnamála. Er þetta bara fórnar kostnaður lýðræðisins, verður þetta alltaf að vera svona eða eigum að breyta einhver frá þessu núna, hvað finnst ykkur? Breyta uppsetningu á svona oddvitakappa. Meinar þú þá að fækka þeim og hérna, eða er það ekki bara dýrara? versus að hafa alla með? Já. En nú manni hvað ég ætla að segja áðan, að því við máttum ekki baula, en við máttum hlæja. Já. Það var hlegin okkur sinnum. Það voru alveg svona andvörp og stunur. Jú, það voru andvörp og stunur, já, einmitt. Og hérna þannig að fólk fann sér leið til þess að, náttúrulega, ég meina að því stundum var bara ekki annað hægt, af því þetta var, það var bara svo þund í sumu þarna. Einmitt, en ég ætlaði líka kannski að koma að, hérna, að því að þú varst að tala um svona, hvernig frambjóðendur, svona, blanda geði. Já, takk. Hérna, þú veist, maður verður að gera sér grein fyrir því líka að sumir þarna eru náttúrulega búnir að vera í borgarstjórn í lengri tíma og vinna saman á meðan aðrir eru að koma nýr og til dæmis eins og Pétur Marteinsson sem eru raun og vera komin nýr. Mér fannst mjög áberandi að því að hann og Sanna stóðu þarna hlið við hlið og svo Hildur Björns hinum megin við hann og hérna og ég held að það hefur svona svolítið spilað inn í af hverju hann er svona oft svona líbó. Þú veist að þarna eru náttúrulega sikkurum megin við hann konur sem eru búnar að vinna í borgarstjórn lengi og hann er að koma inn nýr sem oddviti framboð sem hefur verið frekar sterkt í borgarstjórninni. Þannig að það er alltaf önnur dýnamík miðað við til dæmis ef að Heiða hefði verið þarna, sko. Þannig að það er svona spurning sko, hvort að auðvitað gefur hann af sér svona vinalega þokka ef hann ætla sér eitthvað með þetta samstarf hvernig sem það fer. En líka bara maður sá hann er félagsflinkur hann skiptir hefur það náttúrulega fyrir borgarstjóraefni sko. Og er svona nokkuð kamó og fótboltastrákur og kann að vera innan fólk. En af því hún nefnir sko, mér fannst svolítið fyndið að sjá Einar Þorsteinsson þarna fyrir miðju, við hliðinu á honum er Björg sem langar að verða borgarstjóri fyrir Viðreisn og hún er aðstoðarmaður Einars, fyrirverandi aðstoðarmaður. Þannig eru þau hlið við hlið, þannig var þessu stiltu og svo er Hildur þarna næst til hliðar sem hefur langað svo lengi að verða borgarstjóri fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta voru wannabe borgarstjórar. Mikið wannabe element þarna í miðunni. Á miðunni, akkurat. Svo svona veit maður ekki alveg hvað maður á að segja sko þessa óreyndari fulltrúa að það var nú stundur hlegið að því sem að óreyndari fulltrúar fyrir einhvers svona minni framboð voru að segja en mér veist nú samt sko á sama tíma maður að væla yfir þetta séu allt og margir þá er samt bara mjög fínt að fá að vita hvernig fólk hugsar og alls konar ólíkt fólk og mér fannst margt forvitnilegt sem kom frá þessum litlu framboðum þótt að sé ekki endilega kannski líklegt til þess að heilla fólk heilla kjósendur eða skila neinu inn í borgarstjórn sko. Nei það er, en sko ef að fara kannski aðeins í málefnin bara þetta er náttúrulega sko áhugavert að bara fyrstu 30 mínúturnar eru samgöngur og það er borgarlína náttúrulega svona svolítið samgöngusáttmálin og allt það Svo er það leikskólamálin, það er eins og einhver sagði það bara rétt aðeins tipla á þeim og hérna náttúrulega stórt mál, mjög stutt. Síðan fer þetta yfir í sko mjög mikla umhverfisumræðu, blessunarlega, sem hefur nú svolítið verið... Hún hefur ekki verið mikið á borðum, sko. Orðið útundan. Í sveitarstjórnarkosningum, Já, og bara í allri umræðu núna. Og bara undanfæri svo sem. Já, og svo þegar þau mál eru búin þá er fundurinn svona að mestu leyti kláraður bara. Þá fara þau í húsnæðismálin. Svo koma húsnæðismálin einmitt sem er náttúrulega þungt og stórt mál. Já, akkurat. Það var nú ekki kannski, maður fann svona hægri slagsíðu hjá einstak frambúðum, eðlilega, en fólk var nú ansi mikið sammála, fannst ykkur það ekki? Nei. Það fannst mér nú ekki. Ég meina það eru fólki sammála að fólk eiga sko, skjól og geta haft þak yfir höfuðið en aðferðin við að koma því í gegn er náttúrulega bara mjög ólík eftir hvar þú stendur í pólitík. Þannig að
Já, mér var svolítið skrítið að setja húsnæðismálin aftast, sko. Já, Þetta er svona það er grunnforsenda fyrir bara eiginlega öllu, svolítið svo líka leikskólarnir. Ætli stærsti fréttapunkturinn, ef ég hefði skrifað fréttum þetta, hefði kannski verið sá að þessi hugmynd að borgin hefði opinbera í sjálft að standa að uppbyggingu á einhverju tímapunkti hlegið af þessari hugmynd. En þetta er ekki róttæk hugmynd. En svo hættir fólk að hlæja og það eru bara nokkuð margir sem eru fylgjandi þessari hugmynd að markaðanum í Íslandi sé ekki treystandi og við þurfum aftur að sækja lausnir aftur í tíman. Já, sem er nú bara stutt aftur í tíman. Það sem ég ávið þegar ég segi, sko, mér fannst fólk kannski ekkert svo rosalega mikið ósamála. Jafnvel þetta. Já, akkurat, ég náttúrulega þekki smá baksögu þessa máls. En náttúrulega Sanna er búin að vera í borgarstjórn í 8 ár og hún hefur komið þessu nokkru sem hún lagt fram nokkra tillögur þess efnis og þetta var ein af forsendunum sem hún kom með inn í samstarfsáttmála nýs meirihluta. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið hennar mál og þetta fór í gegn. Það var byrjað á því að borgin kannaði fýsileika þess að borgin færi sjálf í uppbyggingu og þessi fýsileika könnun kom út í ákvæð. Þannig að þetta er að verða að veruleika. Bara núna í síðustu viku. Já, akkurat. Þannig að Og maður finnur að hugmyndinni er að vaksa ásmegin hjá fulltrúum annarra flokka. Já, ég veit að það er náttúrulega... Já, því það er náttúrulega augljóst að þetta kerfi sem við búum við er ekki að virka. Það er ekki að virka. Við vitum það sem að höfum verið leigjendur og þurft að þola leigumarkaðinn. Já, einmitt, og fólk sem er ekki í þessum efstu 10% samfélagsins, það finna þetta allir í sínum fjölskyldum að þetta er ekki kerfi sem gengur upp, sko. Það kom tölfræði fram í gær á milli 70 Íslending sem á eigin fasteign og 70 Íslending sem á ekki fasteign. Og að meðaltali á 70 einstaklingurinn sem á fasteign á milli 70-80 milljónir í hreint eigið fé, en sá sem er á leigumarkaði allt sem hann á eru 4 milljónir. Já, eða ekkert. Eða ekkert bara. Já, en samkvæmt því sem kom fram á fundinum í gær, þá er munurinn 4 milljónir annars vegar versus 70-80. Ég verð að viðurkenna það, mér veist þetta setja hluti í ákveðið samhengi, svona samanburður. Þetta er náttúrulega, það hefur verið talað um þennan eigna ójöfnu sem stærsta, jafnaðarmálið eða þessi eigna ójöfnuður, hann er þessi stærsta málið í ójöfnuði í heiminum. Nú mann ég ekki alveg, ég held þessi Piketty. Sem talaði þetta. Já, Thomas Piketty, franski hagfræðingurinn. Þetta er þetta, þú veist, en það náttúrulega gefur auga leið að þú ert alltaf að borga leigu inn í eignamyndun annara í raun og veru. Það eru eftir leiðandi, þannig að á meðan þetta sýnir bara kapitalismin er að virka eins og hann á að virka. Í rauninni er það sem eða nýfrjálshyggjan, hún bara virkar eins og hún er skrifið upp, sko. Þannig að það kerfi er í sjálfsög að virka, það sem að meinið er bara að það virkar ekki fyrir allt fólk. Einmitt. Að fólk verður undir í þessu reynstæmi. En kannski aftur að kappræðunum. Hvað fannst ykkur einhver standa upp úr sem svona... Já, mér fannst eða einhverjir kannski. Mér fannst Sanna og hún Silja sósíalistum báðar mjög góðar, trúverðugar og hafa örugglega aukið fylgi sinna frambúða með þeirra framstöðu. Og ég var nú að hrósa Pétri hvernig hann var fyrir fundinn, en mér fannst hann líka góður á fundinum. Og mér fannst hann, ég held að hann hafi aðeins slegið á þessar, til dæmis ég hef sjálfur gagnrýnt hann við rauðaborðið að koma svona kortir í 3 gæi og ætla sér að verða bara borgarstjóri strax. Mér fannst ekki gott hjá Einari Þorsteinsinni fyrir 4 árum að koma og vinna mikinn kosningasigur og einhvern veginn krefjast þess að verða borgarstjóri strax, skilurðu, og gera eitthvað samning, ég ætla Dagur, þú ferð að vera borgarstjóri aðeins lengur en svo ætla ég að koma. Þessi ára, mér fannst hún fyrst aðeins yfir frambúði Péturs að bara einhver svona frekja, koma einmitt svona fínimanna
gæjar sko og vilja bara graðka þessu strax í sig. Já, ég mjög tortrygginn gagnvart frambjóðendum hérna fyrir borgarstundukosningar, bara heilt yfir eins og það heyrið. En mér fannst hann sko flottur. Já. Og mér finnst þessi 3 bara bera af, það mín skoðan. Mér finnst hann, ég tek alveg undir, mér finnst hann í raun hafa vaxið sko frá því hann kom fyrst fram. En þetta háir honum líka að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra alltaf eins og skugginn. Ef ekki bara... Það glötuð framsett. Það alveg, fólk spyr sig sko og þannig að kannski var það í gær en kannski leið honum svona vel. Loksins á hann einan. Kannski leið honum vel, einmitt vegna þess að þarna var hann bara meðal jafningja. Kristrún ekki að leiða. Já. Þetta sérstakt hvernig þau hafa spilaður þannig að það einhvern veginn augljóst að þú veist, samfylkingin sýnir honum ekki það traust að hann fari fram bara sem oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. Það ekki gott sko en þá svo heyrir maður, en mér fannst sko hann var allir mjög skýr í máli með sko margt af þessu sem eins og allir hægri flokkarnir voru að segja og eins og gerist náttúrulega í svona pallborðs þætti sem með þessu lagi 1,5 tími 11 manns og þessum stuttu tími að þá bara fólk rosalega mikið sammála. Þú veist, og þess vegna var svo fyndin senan með Ara Edvald þegar hann rétti ekki upp hönd og kemur svo í ljós að það var vegna miskilnings. Hann vildi orðið. En mér fannst Pétur var svona skýr, ég meina hann var yfirleitt með 2 kosti, það svona, það hinsegin, það mjög svona skýr framsetning. Þannig að mér fannst kannski svona munur á einmitt hvernig fólk oddvitar tjáðu sig og hverju þeir komu til skila þannig. Og þannig að mér fannst kannski Björg líka, hún átti góða svona sprett inn á milli, en svo fannst mér náttúrulega Sanna átti þarna mikla eldmessu í lokinu húsnæðismálin sem að hún fekk mesta klappið sko, en ég tek líka alveg undir að Silja Sóley stóð sig vel. Já, hennar styrkur náttúrulega leikskólamálin. Jú, einmitt. Hún hefur unnið á leikskóla og þekkir hvernig starfsumhverfið en svo eru þau náttúrulega, leikskólamálin eru líka svona svolítið tengt þessum fíl í herberginu sko, sem að alltaf svona ítt út af borðinu sko, þetta með fjármögnun sveitarfélagana af því að sveitarfélög hafa bara lóðir til að selja til þess að reka sig og svo hafa þau einhverja grunnþjónustu og einhver gjöld og skatta sem þau geta innheimt en sko fílinn í herberginu að sjálfsögðu náttúrulega hvernig þeir hópar eru skattlagðir sem að búa í sveitarfélögunum og meðan að einn hópur ekki skattlagður og það eitthvað búin að reikna þetta út ef þetta eru 18 milljarðar sem að borgin verður af hvað má reka marga leikskóla fyrir það og þú veist, sko, það bara eitthvað svona misbrestur hjá atvinnulífinu ef þú ætlar að búa til nýtt vinnuafl það þá ekki hagur atvinnulífsins að byrja þar, þú veist, ef þú ætlar að láta samfélag vaks og dafna þá hlýtur að þurfa að láta nýja vinnuaflið vaks og dafna, ekki satt þannig að annars ertu bara að borga alltaf toll af því seinna, sko. Þú veist, eins og bara ólaunustörf kvenna, 3. og 4. vaktin, ef að börn eru bara einangruð heima hjá sér með þessum heimgreiðslum til dæmis, sem verið að tala þú veist, ef þú útilokar konur þannig líka með börnin sín bara heima, að þá ertu búa til kostnað inn í framtíðina. Það var nú engin hávar heimgreiðslur, sko. Það kom alveg fyrir. Það kom svona upp hjá Hildi og miðflokknum. Ég man ekki hvort að hann hafi, það var náttúrulega kannski að því að Ari var þarna náttúrulega sem oddviti en og svo hefði bara menn mismikið þetta að segja, ég meina hvað voru þetta, það voru 4 konur og 7 kallar og Sigfús Aðalsteins hjá okkar borg var einmitt spurður út í þetta, hann spurði hann tvisvar hvort hann hefði ekki unnið á leikskóla, hann rak náttúrulega leikskóla sem hann var kærður fyrir fjármálamisferli, svo hann svaraði því ekki beint, eina sem hann sagði var Brákarborg, veist, þannig að í raun ávarpaði hann ekkert og hefur ekkert þann málaflokk reynilega að segja sko, sem sýnir manni líka, þú veist. Nei, kom ekki að vera hann sem kom með Kópavogsmódelin, nei það var hinn frá Góðan daginn. Góðan daginn, akkurat. Já, hann vildi leggja fram að hann hefði tekið þátt í tækniútfærslu á því módeli. Kópavogsmódelinu, já. Þannig að þú ert sko tekjutengt í rauntíma í hugbúnaðinum. Já, einmitt. Svo sá maður líka sko svona mismikið sjálfströst hjá fulltrúum eftir því hvaða fylgismælingar fólk hefur fengið. Eðlilega. Já, fannst þér það? Mér fannst til dæmis Píratinn ágætur og grandvar maður. Kristinn er. Mér fannst hann svona svolítið eins og drukknandi manneskja í sundlaug sko, orðin þreytt að ég halda sér uppi sko, í einhverjum marfaða og veit þetta er erfitt. Mér Guðmundur Ingi líka
svolítið svona dauflegur. Já, minnst hann ekkert hafa náð sér á strik, sko, hér með Flokki fólksins. Hafið þið séð auglýsingar frá Flokki fólksins? Já, því miður. Já, hann er einmitt, það er hann og Ragnar Þór er alltaf að koma fram núna saman, þannig að það er annar sem er að keyra á ráðherra, sem á svona ráðherra við. Nú voru þau að reyna að nota trygg samfélkingarinnar að setja ráðherra eins, sko, því það er ekki traustvekjandi og er ekki trúverðugt í raun, sko, held ég. Ég held að þau sé að tapa á þessu. Þetta er svolítið örvæntingafullt, sko. Já, þetta er búið að vera þunnt í þessu, þú veist, það er ekkert svona substans, hefur ekki verið, þú veist, þetta hefur verið bara eitthvað TikTok framleiðsla og eitthvað grín og styrkleiki Guðmundar Inga er náttúrulega ekki endilega borgarmálin, sko. Nei. Þú veist, það eru velferðarmál. Já. Sýrilega velferðarmál fanga og aðstandenda þeirra. Já, þetta er náttúrulega búið að vera vandræðaleg kosningabarátta hjá húnum. Já, Flokki fólksins. Flokki fólksins á saman tíma þau eiga alveg svakalega pening. Þannig að við sjáum alveg brjálaðslega mikið auglýsingum og árangursleysið er áhugavert. Ég heyrði það svo seint. Já, og ég heyrði það mitt í gærkvöldi, Já, þau komið síðust. Þau kynntu ódundan mjög seint. Þau voru síðust að skila inn, fyrir utan góðan daginn, þá voru þau síðust að skila inn frambúði. En ég heyrði það mitt í gærkvöldi að þetta hefði verið einhvers konar hugmynd Ragnars Þórs að Guðmundur Ingi skipaði oddvita sætið. Þannig að Inga væri ekki ein ábyrg fyrir því vali og ég sel það ekki dýrra en ég keypti það, en ég heyrði þetta í gærkvöld og ég heyrði líka að það hefði verið búið að leita að mönnum áður en Guðmundur Ingi varð oddviti og jafnvel einum eða tveimur áður. Þannig að sko þetta kannski var alltaf dæmt til þess að verða ekki frábært hjá þeim. En sko mér fannst það sem sagt mér fannst ég sjá svona mismikinn glampa í augum eftir því hvernig mælingar fólk hefur verið að fá og það skil ég vel. Ég myndi ekkert vilja vera þarna uppi á þessu sviði fyrir framan myndavélar með fylgismælingu upp á 1,5% sko. Nei. Ég held að sé bara erfitt og þetta maður náttúrulega verður líka stundum að minnast þess hvað þetta er erfitt hlutskipti fyrir alla þessa frambjóðendur að taka þátt í þessu slag. Maður alveg stundum sko hrósa þeim fyrir hugrekkið og að þetta er ekkit einfalt mál að stíga svona fram. Nei, það er það ekki og standa þarna í 1,5 tíma, þetta er alveg gríðalegt álag. Það er mikið álag og þau eiginlega gerðu það nú öll sko, þau kláruðu öll sína vakt einhvern veginn. Já. Mér var svolítið heilt yfir bara velhefnað pallborg og þannig fyrir það sem það var. Já, mér fannst líka svolítið gaglegt að þau máttu skjóta inn í, þannig að þetta var ekki bara svona, þú veist, ekki bara aðalsteinn maður og mann hérna. Nei, þannig að mér fannst það gaglegt sko, því að það kom svona smá dýnamík þó að það hefði tekið lengri tíma. Já, einmitt. En þegar þú segir þetta sko, ég er alveg strax fann að kvíða því og fá svona nettan aularhroll ef Jóhanna Vigdís allar á föstudagskvöldið að segja 10 sekundur, 5 sekundur og eitthvað svona og svo bara það er ekki gott format sko, það er ekki gaman að horfa á þetta því maður er í annan fótinni mitt að horfa á fólk bara pínast sem er að reyna og er á lokametrónum sko, þetta er bara loka hríðin hana. En allt hefur þetta sko sína kosti og galla að sko það er náttúrulega með ólíkindum að við höfum bara heyrt rætt 4-5 mál í gærkvöld á þó svona löngu fundi. Það hefði verið betra en 10 þannig að þegar það er mjög sterk tímastjórnun þá eru þetta fleiri kannski meiri líkur á að gerist eitthvað svona komið einhver gusugangur. En það er samt skrítið sko, þetta er lýðræðið þannig að ef þú uppfyllir ákveðin skilyrði við erum búin að gera einhverja reglur það þá eins og bara góðan daginn gat skilað inn á lokametrunum einhvern maður ég kann ekki að nefna sem að þau réðu beinlinis til þess að taka oddvitan í þessu framboði. Þetta kom einmitt fram í þessum oddvita samtölum sem að Heimildin stóð fyrir. Já, hann hefði bara verið ráðinn. Já, sem er svolítið sérstakt og máli debattera hvort það er lýðræðislegt. Já, einmitt. Og vala á fulltrúum, ég veit það ekki sko. Það er svo sem ekkert sem bannar það. Nei, ég segi það, þannig að við sitjum svolítið upp með þetta en það sem að mér finnst kannski svolítið svona vont í þessu er, þú veist, þetta litla pláss sem að síðan lýðræði fær samt þegar að kemur að kjördegi að þá eru samkomur eins og þessar sem eru tímasettar allt og mikið af fólki leið fyrir þau til að þylja upp aðalatriðin og stefnuskráni sinni þú mátt ekki, svo er bara snýst fjármagnseign frambúðana þannig að þau sem að eiga styrki og eiga sponsora þú veist yfir langan tíma eiga fullt af peningum og geta auglýst mjög mikið þetta verður svo þunnt þannig og þannig að frambúð sem eru ný og eiga enga peninga
jafnvel þótt að það sé baráttu fólk, úr þeim hópi, að þá eiga þau bara mjög erfitt uppdráttar vegna þess að það erfitt að gera þau sýnilegan. Og svo í þriðalagi, lýðræði fær hvergi pláss í samfélaginu nema í einhverjum svona auglýsinga, hjá fjölmiðlum og svo í svona auglýsingaplássum. Það var mjög erfitt fyrir framboð að gera sér sýnilega í almannarýminu. Af því öll rými eru bara teiknuð upp sem eign, sko. Þú mátt ekki fara við þessa, mátt ekki vera með bækling, jafnvel að sækja meðmælendur með frambjóðandum. Máttu bara ekki standa fyrir framan bónus af því að verslunarstjóri bónus kemur og rekur þig í burtu. En svo máttu kannski vera þarna að selja álfinn fyrir S.A.A. Það er ekkert vandamál. Nei. Þetta finnst mér skrítið, sko. Það er náttúrulega gríðarlegu lýðræðishalli. En fólk er ekki endilega að registrera þetta, sko. Því að ég hef verið eins og að safna meðmælum fyrir frambóð og það er oft bara nei takk ekki í dag, ómögulega, nei takk ekki í dag, eins og ég sé að selja þeim lýðræði. Þú veist. Þannig að minnst það svona kannski, það gerir okkur erfitt vik að fá einhverja mynd og maður sér þetta svona í stórum hópar eins og samfélagsmiðlum eins og Facebook sem telja mörg þúsund manns þar sem fólk er að ræða bara ég hef ekki hugmynd hvað ég á að kjósa. Eitt augnablik, ef ég má kannski aðeins minnast á það, að spyrillinn var svolítið stundum að reyna að rukka fólk það ef það væri einhver svona innviðaskuld og þyrfti að dæla meiri peningi í einhvern málaflokk, hvaðan peningarnir ætti að koma. Og þetta var alltaf með leikskólamálin, var allir sammálið að þurfa að spýta meira fé náttúrulega inn í leikskólamálin, þetta hefur verið gert. Og hann var svona að ganga á fólk og hvaðan eiga peningarnir koma og ég held að það bara komið fram hjá sönnu útsvar á fjármagnstekjur. Jú, og Silja Sóli tók undir með henni, já. Þannig að þær tvær eru sammálaðar. Já. Og þar sá maður svona sannarlega eitthvað sko, sem aðgreinir frambjóðendur frá hinum. Einar Þorsteinsson, hann ætlaði einhver tíman að skjóta á hana Silju út af einhverju, hvað, viltu taka peningana? Ætlaði að taka yfir þáttastjórnina. Mér finnst það ekki rosalega smart hjá honum. Nei, það var það ekki, sko. Nei. Þú veist hvað ég er að tala um? Já, ég man eftir þessu augnabliki. Ég held síðan að Aðalsteinn hafi reitt fram spurninguna. Já, þá sagði Einar takk. Já, og það fór í taugarnar á mér, líka þér. Já, þetta var svolítið. Þetta var ekki vel spilað hjá Einari. Hann er alveg rosalega góður í að vera bara ergilegur. Ég held að ef hann ætlar að gera eitthvað núna, 50 á föstudag eða í kvöld og ef ég væri Einar, þá myndi ég reyna að vinna í þessu ergelsi, bara að lækka ergelsi, þú veist, og vera. Þetta er náttúrulega skellur að fyrir 4 árum þá fær hann 4 menn. Og loforðum borgarstjórastól sem gekk í endir, sko. Og svo núna er hann bara í bullandi harki með að mæla steininni, sko. Já, en það er á honum, ég meina. Minnir að hafi keyrt á breytingum síðast, var það ekki? Nú á hlusta. Og svo sá ég, hann líka að tala við hunda núna, sá ég. Eins og eitthvað, þú veist, það er verið að teygja sig bara á alla hópa, sko. Já, einmitt. Þetta er áhugavert. En þetta eru alls 4 umræður, tellið því líklegt að þeim muni fylgjast með þeim öllum? Já, ég mun reyna það, já. Sem svona kostninga áhuga manneskjur. Já, í sjónvarpið á staðnum, ég veit ekki. En þú munt væntanlega Sko, ég meina, sumpart, ég reyndar borgaði inn í gærkvöld. 4.000 kall. Og gasta ekki nota passan? Jú, ef skatt ég gert það. En ég vissi að ég væri fyrst og fremst að fara þarna sem áhuga maður en ekki sem blaðamaður. Þannig að hann var svona tilvíðin að maður lenti í þessar umræði. Já, akkurat. En sko, ég held ég fylgist með öllum umræðunum 4. Ekki vegna þess að það sé alltaf frábært sjónvarpsefni, heldur vegna þess að maður vill ekki missa Nei, þetta er nefnilega Akkurat, maður gerir það upp á von og óvon að þetta sé verði eitthvað að gerist eitthvað og vill maður verða að vitna því í beinni Beinar útsendingar er náttúrulega málið, sko en eru skemmtilegar ófyrir sig á Já, það er náttúrulega rúfkappræðurnar síðustu eru náttúrulega svolítið það sem að þær hafa stundum mikil áhrif og breytt jafnvel úrslitum. Talandi áhrifamáttur úr Silja hjá sósíalistum var bara niður í kjallar, þeir mældu ekki með neitt. Fyrir en hún komst í silfrið á RÚV, þá bara búm, gekk á stökkpallinn. Og hugsið ykkur þau hjá Flokki fólksins, sem höfnuðu því að senda Guðmund Inga
í sjónvarpi. Það er afleikur. Það er afleikur, já. En sósíalistar voru í 2,5 og eru núna komin upp í 5, er það ekki í einni mælingu, það er ein mæling á milli. En það eru fleiri frambóðarna sem eru svona svolítið farin að kjölfesta sig, sýnismanni. Þannig að það verður áhugavert að sjá einmitt. Er könnun að koma í kvöld þegar við erum hér? Hún er sannlega komin. Já. Þetta er ekki tekið upp í Nei, beinni þetta útsendingu. er tekið upp hádegið, já. Þegar fólk, ég held sko fólk sé núna að horfa á kappræðarnar á Stöð 2 og horfi svo á okkur eftir. Ég held að sé engin horfi eftir. En þetta verður spennandi sko. Það er alltaf svona megin kannski, maður reynir að velta fyrir sér hvað er kosið. Það er raunverulega möguleiki á að það verði hægri meirihluti sem taki stærri skref til einkavæðingar heldur en kannski þorri þjóðarinnar er sammála og mér finnst svolítið vera kosið það hvort hægrinu vext það mikið ásmegin í þessum kosningum að þau geta bara svolítið gert það sem þau langar til að gera. Þau eru náttúrulega að því. Já. Núna? Í núverandi meirihluta? Já, ég meina síðan bara 1900. Þetta er vinstri meirihluti. Já, og hann hægri slagsíða það líka. Hægri slagsíða í vinstri meirihlutanum í borginni? Já, ég menn það er svona kenning sem segir það. Valdhafar færast alltaf nær hægrinu til þess að halda því góðu og þar með verður svona hægri slagsíða í öllu. Þessi meirihluti í borginni núna er búin að vera í 1 ár og það hefði ekki sko sérstæpur milljarður settur í félagsbústaði nema út af því. Þú veist, og þetta sem fór í gegnum daginn óhagnaðardrifna húsnæði og húsnæði fyrir fatlað fólk hefði ekki farið í gegn nema fyrir að það er mjög sterk vinstri slagsíða í þessum meirihluta. En annars búum við bara í hægri slagsíðu samfélagi, langar reyndir að segja eitt. Þær voru fyrir framan mig Heiða, borgarstjóri, og Líf. Já. Og þær vissi ekkert að ég hefur fyrir aftan þær. Nei. En ég fylgdist með þeim svona, annars að ská allan tíman. Þær skemmtu sér svo vel. Já. Ég leiði svo rosalega vel að vera ekki upp á sviðinu. Ég geta bara verið í salnum. Akkurat, já. Það var ýmislegt áhugavert. Já. En þið eru almennt sátt við þessar byrjun á kappræðu Já, það er bara spennt að sjá hvað gerist næst. Tek allavega undir Aðalsteinn Kjartansson stóð sér mjög vel. Já, ég tek undir það líka. Hljóðið var ekki gott framan af. Það löguðu það. Þannig að það er ofta einhverju svona tæknilega fyrir. Þetta er ekki auðvelt og það sem hann gerði einn í gærkvöld er mjög erfitt. Mér ást hann mjög svona virka sympatískur, húmanískur. Hann var ekki þykjast vera einhvern meiri nagli, tók sjálfur á sig hvað þetta gekk hægt og svona. Þannig að mér finnst það skipta máli. Ég vona að ég sjá það sama hjá Stöð 2 og Mogganum ef ég horfa á það úr Ríkisútvarpinu. Ég vil ekki að spyrlarnir séu í aðalhlutverki. Ég vil að það séu þjónandi. En auðvitað þurfa þeir að vera náttúrulega beittir þegar þannig tækifæri eru og snöggir. Og vonandi fáum við bara svona ólíkar framistuður á kappræðum svolítið eftir því hverjir eru á samfélagum. Já, en hann var vel undirbúinn Aðalsteinn. Aðalsteinn er flottur. Við bara hrósum heimildinni. Við bara byrjum spennt eftir næstu kappræðum. Mjög gaman. Já, heyri, þá bara segi ég takk innilega fyrir að koma og ræða þessar kappræður með mér. Sara Stef Hildar og Björn Þorláks. Takk fyrir. Takk. Og við verðum hér áfram eftir örstuttar auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is